það eru mjög margir að glíma við heilsuvandamál og það eru því miður ekki lausnir fyrir þetta í heilbrigðiskerfinu. Það eru þessi verkjalyf, en það er engin lausn. Hún í rauninni alveg sjálfur. Hérna eru til dæmis með 4 mismunandi aðrar tegundir. Katrín rekur fyrirtækið Ekospíru í Hafnarfirði og leiðandi í framleiðslu á heilsu- og kryddspírum úr fræjum, linsum, ertum og baunum. Við erum með eiginlega 20-30 mismunandi tegundir af fræjum sem ég flyt inn frá Ítalíu. Staðvísu er lífrænt og við erum núna að taka upp radísur og þetta eru til dæmis daikon-radísur. Við notum þetta aðalega í mötuneyti og veitingastaði. Katrín er viðskiptafræðingur að mennt og rak bókhaldsskrifstofu í fjölda ára þangað til hún veiktist og veikindin ágerðust. Það voru bólgur og verkir í líkamann sem í rauninni fannst ekkert út úr. Og lausnin sem var þá náttúrulega, auðvitað er maður alltaf að læra og kannski hefði lært seinna mér hvað var að, en það var ekki hægt að finna það með rannsóknum og niðurstaðan var í rauninni bara að vera á bólgueyðandi töflum, verkjatöflum, jafnvel var ég komið með flogavíkstöflur. Mér var í rauninni sagt bara, það væri bara næsta skref að taka bara skeðlyf, að þetta voru bara mjög miklu verkir og þetta var ekkert sem að gekk. Þannig að ég átti þá lítil börn á þessu tíma, ég hafði átt erfitt með að eignast börn og átti þau fertug, sem var náttúrulega alveg mikil gjöf, átti 2 í röð og þá þegar þú ert með lítil börn og þér líður svona, þá er eitthvað sem að, þú getur ekki boðið börnunum þínum upp á svona. Katrín mundi þó eftir stofnun í Puerto Rico sem henni hafði verið sagt frá nokkrum árum áður, þar sem fólk sérhæfði sig í lifandi fæði og heilsusamlegum lífstíl og skellti sér út í hálfan mánuð. Og þetta var bara eitthvað sem að breytti öllu hjá mér. Ég losnaði við þetta, ég fór í intensive detox, bara alveg frá A til Ö, bara breyttu mataræði og fór í þetta lifandi fæði, góðar bakteríusafa sem eru gerðir bæði úr hvítkáli, borðaði mikið súrkál og borðaði drakk hveitigras og allt grænt og spírur og allt þetta. Fór í ristilhreinsun og bara alls konar. Á hálfu mánuði, það bara, var ég með líðan eins og bara unga barn. Ég var bara, þetta var ótrúlegt. Þetta var eiginlega bara kraftaverk, skiluðu. Þetta er alveg alsjálfir, það er að segja fyrir utan að setja inn og taka út og þær hafa kannski 6-7 daga upp í 14-15 daga til að vera tilbúnar. Svo hef ég verið að framleiða smá jurtir sem ég nota þetta sömu fræin. Það er að gera spíru og svo er þetta að gera smá jurtir. Og við erum með þessar sömu radísur sem ég er með hérna. Þetta eru allir spírur. En svo erum við með eins og þessi til dæmis tilbúnar. Þetta er í rauninni sömu radísuna bara unnar á svona mottum. Þetta eru salatin sem við erum að gera. Við notum bæði þetta mikrogreens sem við klippum bara niður af því sem við erum að framleiða og þetta eru sólblómaspírur líka og svo er þetta baunagrös. Ég er að borða, allt þetta sem ég er að framleiða og það er eiginlega ástæðan fyrir því að ég fór að framleiða vegna þess að ég var ekki að fá þetta á markaðnum. Mér fannst þetta mikilvægt og ég hugsaði að þetta væri, þó að það getur verið væmið að segja það, þá fannst mér bara ég þurfa að skila þessu tilbaka. Auðvitað er alltaf sjúkdómar sem eru kannski genískir og allavega svoleiðis, en lífsstílsjúkdómar, það er hægt að útrýma því með því að breyta mataræði. Ég er alveg sammála um það. Og hefur þú alveg verið laus við þetta allt saman? Ég hef aldrei fundið fyrir neinum bólgum síðan. Ég hef mjög orkumikil, ég er að reka raunverulega 2 fyrirtæki í dag. Ég er bæði með þessa spíru fyrirtæki og þetta og líka ferðaþjónustu. Og ég er auðvitað með heimili og unglinga og ég gæti þetta ekki ef ég hefði haldið áfram án þess að gera neitt þegar ég veiktist á sínum tíma. Ég er aldrei að ná að klára það, sko, ég get alveg